hvers vegna vara ég við verktakasamningunum. Ég fengið svolítið spurningum bara Ásdís, akkur ertu í krossferð gegn stefnu og verktakalánunum? Hvaða einhelti þetta? Og þetta byrjaði rosalega sakleysislega. Ég sá fyrstu auglýsinguna fyrir nokkrum mánuðum og ég sagði, ég er með einhver spurningar. Þannig ég kommentaði bara undir auglýsinguna, spurningar sem ég var með og ég fekk engin svör. Og nokkrum dögum seinna var ég í partí með félagi fasteignarsala og hitti fasteignarsala sem var með auglýsinguna og ég spurði bara, ég sagði, sástu spurninguna frá mér? Ásaðan, ég sagði, akkur svaraði ekki? Það er ekki tímabært að svara þér. Og ég sagði, hvað meinar? Nei, þetta er bara ekki tímabæri spurningar, eða eitthvað kemur upp og þá verður þessu reddað og ég bara verður þessu reddað. Og leið og einhverjir byrja að gaslýsa miðaldra konur, þá verður allt vitlaust. Þannig ég fór að skoða þetta og ég áttaði mig á því, það er engin með svör hvað gerist eftir 10 ár ef að kaupandinn getur ekki endurfjármagn. Og ég veit eins og Bill Plata, hvað gerist ef kaupandinn getur ekki endurfjármagn? Þarf hann að selja ofan að sér? Verður þessu reddað og á hvaða kjörum verður þessu reddað? Því það kemur ekki fram í samningunum. Og hvað framlenging fáum við ef að það að gera? Það kemur heldur ekki fram í samningunum. Og það er gott að hafa í huga að það eru rosalega margir með kökuna. Það er stefnir, það eru verktakarnir og að parta sem er umboðsaðili stefnis og verktakana. Þannig að það eru 3 aðilar sem eru að kroppa í kökuna sem að kaupandir er að borga. Þannig ég ætla bara að vera hérna eins og Bill Plata. Ég vil að hagsmunaaðilar stígi fram og segja mér hvernig ætla að redda þessu. Hvað gerist eftir 10 ár ef það er ekki hægt að endurfjármagna lánin og á hvað kjörum verður fólki reddað eða ætla bara að vera einhvers staðar á Bali að chilla og láta bera fólk út. Þannig að endilega stígi fram og svara þessu. Ég er hægt að nefna þessu, gott fyrir ykkur en ég vil fá svör.